að hérna í dag þá ætlum við að fara í viku 36 í týristórarásir, áriðun og stýrða afriðun. Og þá byrjuðum við sérst á blaðsíðu 7, hérna í bláu bókinni, það seinna heftið. Það sérst og til stýrrás með Unidivision Transistor að þeim kafla. Og við ætlum að skoða dæmi sem ég er búin að dreifa, sérst dæmi 9a til E, og svo ætlum að skoða aðeins stýrrás með Unidivision Transistor þegar við erum búin að þessu dæmi og stýrða hálfbylgju afriðun og blaðsíðu 12 til 15 og skoða dæmi 1, 2 og 4 blaðsíðu 35. Við ætlum að reyna að fara í gegnum eitthvað af þessu og svo sjáum við hérna að hér er eitthvað samfættið heimavinna. Þetta er svona bara ábending en svo koma sem sagt heimaverkefni inn á innuna. Við skoðum týristórarásirnar og spáum í þessa áriðun hérna. Hérna er bókin sem segir okkur að með týristórum þá getum við sem sagt tengt sem sagt upp brýr með týristórum og rofið sem sagt rásina. Auðveldar að nota týristórana og brýrnar í riðstraumskerfum. Í rauninni í jafnstraumskerfum notum við týristórin líka, en þá notum við aðra aðferðir til að slökkva á týristórum heldur en það er svo auðvelt í rauninni vegna þess í riðstraumnum þá fer spennan alltaf í gegnum núlpunktinn og þá getum við auðveldlega rofið strauminn í gegnum týristórana, en í jafnstrauminum þá þurfum við að beita sérstökum aðferðum til þess og hluti af hópnum, helmingurinn af hópnum er búinn að prófa það í jafnstraumsrásum. Síðan það er gerði í 13. mælingaverkefninu. Í mælingaverkefni 14 förum við svo í riðstraums ingangurinn er riðstraumur og síðan klippum við þá af riðspennu til að stjórna til dæmis afriðun eða eitthvað slíkt. Og við getum notað þetta í eins og talið er upp hérna hraðastjórnun jafnstraumsmótora, það sem að týristórarnir eru notaðir til þess að breyta riðspennunni í breytilega jafnspennu og þá er hann sem sagt stýrður afriðill. Og síðan er hraðastjórnun 3 fasa riðstraumsmótora, þar sem týristórarnir eru notaðir til að breyta jafnspennu í riðspennu með breytilegri tíðni. Þetta er eiginlega búið, þetta er hægt. Það er komin í aðri íhlutir í staðinn og það er heita sem sagt IGBT og stendur fyrir Insulated Gate Bipolar Transistorar og þarna voru þeir notaðir sem sagt áriðill. Þriðja lið þá hefur við hérna ræsibúna 3 fasa riðstraumsmótora. Þar eru þeir ennþá notaðir í mjúkræsum og þá eru 2 týristórar í hverjum fasa og snúa hvor á móti öðrum, þannig að leiða sitt hvort strauminn sem satt í riðstraumnum og þá samt að er spennin á mótorinn ræsingunni. Síðan er sem sagt afriðun og áriðun í tengslu við rákuflutning á háspentum jafnstraumsstrengjum. Þetta er sem sagt hvernig við erum að nota týristórana. Þegar þið farið út í atvinnulífið þá lendið í einhverju aðsaksanlega. Stýring týristórsins, við þurfum að setja hérna kveikipúls. Hann þarf að vera rétt á meðan týristórin verður leiðandi og svo getur hægt að gefa hann púls og sá tími getur verið svona 10 til 100 mikrosekundur, fer eftir náttúrulega stærð og svo framvegis og svo heldur hann sér leiðandi þangað til að straumur fer niður fyrir haldstraumsgildið eða haldspennugildi og við mældum í mælingunni hluti á hópnum sem sagt haldstraumin og skráðum hann niður. Svo sem sagt aðeins að gefa ykkur hugmyndu hvernig við gætum notað hérna týristórinn í áriðils hlutverkinu. Þá er jafnspennugjafi hérna vinstra megin
og við myndum sem sagt gefa honum ákveðin takt hérna, gefa þessari brú ákveðin takt af púlsum til þess að opna fyrir dýrstórana, en við þyrftum að loka þeim jafnframt til þess að skipta yfir á meira til þess að búa til riðspennu. Þannig að í fyrstu færi sem sagt straumur í gegnum T1 og gegnum álagið og tilbaka gegnum hérna T2 væntanlega hérna. Það sett væri að leiða T1 og T2 og í hinu tilfellinu þá væri við til að fá strauminn tilbaka upp í gegnum álagið, þá færi við í gegnum T3 frá pluss og hérna niðri, þess að sjá hérna brotalínu streikið og upp í gegnum álagið, þá erum við komin með riðspennu. Við sjáum sem sagt mjög gróft hvernig við gætum fengið riðspennu í gegnum álagið og þá væri T4 að leiða á móti T3. Þannig gætum við, ef við hefðum möguleika á því að loka dýrstórunum, fengið riðstraum eða búið til riðstraum í gegnum álagið. Þetta er svona hugmynd að þessu og þá við þetta hérna og þá erum við að slökkva á T1 og T2 og kveikja á T3 og T4 og síðan slökkva aftur á þeim. Þetta er svona hugmynd, bara þið áttu ykkur á því hvað við getum gert. Þessa rás munum við á föstudaginn prófa og hluti á hófnum er búin að prófa þessa rás á mánudeginum. Það er það slökkva á aðaltilstórnum með þessari slökkvi rás hérna, hjálpar dýrstum, slökkvi dýrstór og hjálpar mástöðu og við skoðum virknina í rauninni í verklega tímanum og þið reynið að útskýra þetta sem sagt þá betur í skýrslugerðinni hvernig þetta fer fram. En þannig er það þegar við erum að slökkva á dýrstórunum, þetta er vandamál í jarðspennunni að slökkva á dýrstórunum því að þeir eru búin að gefa sem sagt skot, þá byrjar það að leiða og í þessar rás, ef ég hleyp hratt yfir það, sjá hvort ég get notað hérna þetta, ef hann virkar, ég veit ekki, jú, kannski. Þá hérna ef að við fáum straum hérna niður og aðdýrstórinn í gangi leiðir hérna, þá fáum við hleðslu á þéttin sem að væri þannig að með mínus hér og pluss hægra megin. Síðan þegar við ætlum að slökkva á aðaldýrstórnum og slökkva á aðalálaginu, þá yrðum við að gefa púls inn á slökkvitýrstórinn, sem sagt það væri þá rofi sem að gæfi samband inn á slökkvitýrstórinn inn á stýriskautið þar og hann fær að leiða og það myndi þýða það að plúspólunin á þéttinum myndi tengjast í gegnum slökkvitýrstórinn inn á katóðuna á aðaltýrstórnum, þannig að hann fengi öfuga pólun aðaltýrstórinn, hann fær svolítið plúsarinn og mínus hérna í augnablik á meðan hann er að afhlaðast hérna þéttirinn sé. Þetta slekkur á aðaltýrstórnum, þannig að það er gott að gera kannski 2-3 skýringamyndir þegar þið útbúið skýrsluna í þessu til þess að útskýra hvernig þessi slökkvirás virkar. Einhver spurningar var þetta? Allt mjög augljóst og helmingurinn hópnum á eftir að prófa þetta á föstudaginn. Þá skulum við halda áfram og fara síðan í þetta verkefni. Svona. Þá skulum sjá, við ætlum að stýrð einfasa afriðun. Við skoðum hérna aðeins áfram fram að Unity of Transformation.
þannig að við þurfum aðeins að skoða sem sagt hingað. Við þurfum aðeins að skoða þennan kafla hérna í bókinni og við byrjum á því að skoða þessa rás hérna að þegar við notum riðspennu, við sjáum hérna U-inn, þetta er riðspenna, að þá höfum við hérna stýrirás og tengjum hana bæði pluss og mínus og einu á riðspennuna og hérna við kathóðuna og stýriskautið og gefum púls inn á stýriskautið á ákveðnum tímum. Og þá sjáum við hérna ef við gefum púls eftir svona það bil 3,6 millisekundur þá fáum við þennan hluta af jákvæðu spennunni inn yfir álagið með og það myndi kannski jafngilda þessu flatamáli hérna A1. Þannig að við fáum ákveðna spennu sem sagt og við nýtum bara jákvæða riðhelmingin þegar við erum með þessa einföldu rás. Strax í framhaldið af þessu þá hérna skoðum við svona formúlu í þessu. Við getum reiknað út hvaða spennu við getum fengið með því að beita þessari formúlu hérna. Og getum við reiknað út meðalgildi spennuna og segjum hérna að því að við vitum ekki alltaf max spennuna, ekki nefn að mæla hann með sveiflu sjá, en við vitum virkagildið inn, þá getum við markað það með rótina 2 og deilt með pi sinusvígin 1 pluss kosinus af opnunar horninu. Þetta er ekki tíminn, heldur alfa opnunar hornið. Og þetta gætu verið, já við þurfum að bara umreikna það yfir. Það er að fara á milli sem sagt. En þetta er í rauninni ekki alveg rétta formúlan vegna þess að þegar við erum með, sko því að þetta sem ég var að sýna ykkur hérna, þetta er fyrir heilbylgju afröðun, þetta hér. Þegar við erum með hálfbylgju afröðun, þá þurfum við að deila með 2 hérna. Sjáu þið, það bætist við að deila með 2. Þannig að ef við þurfum að reikna út sem sagt, spennu sem að kemur svona alltaf fyrir ofastrik með löngum millibili, við nýtum ekki neikvæða hlutan, þá þurfum við að deila með 2 í formúlunni hérna, þessari. Þetta er rétta formúlun til þess að reikna þetta út. Svo er hérna smá sýnidæmi þetta og þá getum við fundið út við mismunandi opnunarhorn hvað spennan er. En næst skulum við skoða þetta tímaverkefni sem ég lét ykkur fá og við erum í rauninni að líkja sem sagt týrstótnum við viðnám. Sem sagt álagið í rásinni er í rauninni bara alltaf fast en viðnámið breytist og við skoðum hvernig spennan færist yfir frá týrstótnum eða viðnámið R2 yfir á álagið eftir sem að það minnkar eða eykst. Eða hérna til dæmis erum við að auka alltaf viðnámið í R2 og þá minnkar straumurinn og að minnka strauminn í rásinni og spennufallið náttúrulega þá minnkar. Þannig að við skulum skoða þetta. Þið eru með þetta og eru kannski langt komnir með þetta. Og nú hérna erum við bara með rofa síðan í B-liðnum og skoðum mismunandi stöður, annars vegar segjum að staðan þegar að rofinn er í rofinstöðu og þá sé 4
megaohm og þá tekum við hvað spennan þá á sitt hvorum staðnum. Og við svo höfum við áfram og við vinnum svo þessu. Við skrifum inn riðspennuna eða hvað. Já, við þurfum að setja inn bara spennu út á rásinni á mynd 537. Þá það bara af á púlsar í þessu. Aðeins að sýna ykkur það þegar við komum að því. En svo höfum við í D-liðnum, þá höfum við loksins riðspennu inn og þá skoðum við hvernig það virkar þegar við höfum eina díóð, hvernig við fáum spennufall yfir peruna og hvernig spennan verður þá yfir díóðuna. Og í E-liðnum þá skoðum við hvernig við fáum síðan spennu yfir álag þegar við erum með kveikipúls 2,5 millisekundum eftir að riðspennan fer í gegnum núlið. Og við reiknum þetta út fyrst og síðan teiknum við þetta yfir og af því að myndin sem að ég fekk úr bókinni var ekki nógu góð, þá á þetta að vera týristor ekki aftur díóði. Ég nota bara þessa mynd aftur sem var uppi. En ég ætla að breyta bara þá þessari merkingu. Við vitum að því að þessi merking díóða verður rauninni týristor vegna þess að eru konum með týristor í staðinn, týrisdjóða. Akkurat, og nú vinnum við bara þetta verkefni og ég hjálpa ykkur með þetta. Það sem það á að gera að reikna alltaf með hærra og hærra viðnámi í R2 og sjá hvernig að spennan færist frá perunni og það dofnar alltaf á perunni vegna þess að hún fær náttúrulega lægri spennu eða þess að R2 fær alltaf hærri og hærri spennu vegna þess að það hækkar og hækkar viðnámið í því. Þannig að þetta ofta það sem að gerist þegar að við erum með einhvern stýrðan íhlut að við erum að minnka straumin með honum með því að hækka viðnámið í honum eða klippa einhvern veginn þannig á spennuna og þá hækkar viðnámið í rásinni og viðkomandi íhlutur fær hærri spennu fyrir vikið. Við sjáum fyrst að U2 bara ekkert vegna þess að það ekkert viðnámið, leiðir bara fullkomni í gegn. Síðan 100 ohmjá og síðan þá hækkar spennan yfir 2 í 110 volt eða ekki af því að við reiknum heildar straumin í rásinni og markvölda hann þá sinnum viðnámið í R2 og 110 volt og svo framvegis og síðan viðnámið í 1000 í C og þá hækkar spennan yfir 2 í 200 volt og í D-liðnum þá erum við með 100 kílóum. Það minnkar strauminn ennþá meira að spennufallið hækkar í tæplega 220 volt yfir 2 og að lokum þá erum við með 4 megaohm í R2 þannig að þá spennan hefur náð alveg fullkomlega 220 voltum þannig að hækkar spennan eftir því sem að við aukum viðnámið í þeim íhlut sem að takmarka straumin í rásinni og að deyfa ljósið á perunni. Það málið. Ok, næsta mál. Hér bara af á stýring og ég bara svara því hvað sýnir spennumælirinn á mynd 536 sem mælir spennuna í rofan þegar
rofinn er annars vegar í A-lið af og í hins vegar í B-lið á. Já, sko, gróft á litið þá myndum við segja að ef að við erum með hann rofinn af, þá mælist öll spennugjafarspennan yfir rofan, ekki satt? Því að það er mesta viðnámið í rásinni. Og síðan ef að rofinn gefur fullkomlega samband í B-lið, að þá ættum við að fá 0 V spennu. Er þetta eitthvað reiknað út? Nei, það reiknar ekki út. En við gætum gert það alveg eins og í hinnu dæminu, að það er að finna sem sagt heildarviðnámið í rásinni. Já, mjög svipað. Já, þetta er alveg eins. Já. Að þá fáum við næstu því fulla spennu yfir rofn þegar hann er af. Allt í lagi. Þá skulum við skoða C-lið. Nú fer í verra, við eigum að láta rofan rjúfa og hengja á 5 millisekúndna fresti, og þá gerum við það þannig að við segjum að við kveikjum eftir 5 millisekúndur kannski. Þá höfum við hérna spenna fyrst í 0, og þannig að peran fær spennu hérna eftir 5 millisekúndur. Þá kveikjum við, þá er hérna kemur öll spennan yfir peruna, og þegar við erum búin að bæta við 5 millisekúndum í viðbót, að þá eru konar 10 millisekúndur, og þá slökkum við, þá dettur spennuna niður og svo framvegis. Þannig fáum við svona spennu yfir peruna, og þá sjáum við það að þetta speglast milli rofans og perunar, að meðan að engin spenna yfir peruna, þá er öll spennan yfir rofan. Já, það er ekkert hérna. Já, það er ekkert hér. Við erum bara að nota þessar 2 myndir. Og þá förum við í næsta lið, sem að er þannig að við ætlum að setja díóð í staði rofans. Og þá erum við bara að reikna út hvert verður meðalgildi spennunar yfir peruna með, og þá notum við þessa formúlu sem við þekkjum úr rafmagnstekni 100. Það er hálfur sinnum 0,9 sinnum virkagildið, þá fáum við meðalgildið og fáum við það til 99 volt. Og spennan yfir peruna, við getum séð hana á sama tíma. Hún fylgir náttúrulega bara jákvæðu kúrfunni á reiðspennunni, og hér sjáum við það er merkt max-gildið 311 volt hérna á línuritinu, og það er vegna þess að ef við 220 voltin virkagildi reiðspennunar með rótina 2, að þá fáum við 311 volt. Við fengjum þetta aðeins herra ef við verðum með 230 volt eins og við erum að nota hérna, og er þetta eitthvað 320 og eitthvað volt, kannski 325 eitthvað slíkt. En með 220 voltum þá erum við með 311 volt hérna. Og það er allir búinir að skrifa þetta þó upp, eða átt að sé á þessu, búinir að þessu, og þá eigum við eftir að skrifa seinni hlutan, hvernig spennufallið verður yfir díóðuna. Nú sjáum við að þegar að díóðan er bakspennt, þegar hún leiðir ekki, þá
fer öll spennugjafans yfir díóðana. Vissuð þið þetta? Já, það ekki. Þetta er bara meðfætt. Eða hvað? Nei. Kannski voru ekki alveg allir búin að átta sig á þessu. Díóðan, hún er hérna í leiðinni, það kannski mælist eitthvað 0,78 spenna yfir hann hérna á þessu bili, þar sem að þegar að peran fær nánast alla spennuna. En díóðan er með örlítið spennu það hérna. Og þar til hún verður bakspennt og þá byggist öll spennan yfir hana, bakspenta. Það sé ekki spurt líka hvað hún þarf að þola háa spennu þessi díóða. Sko meðalgildið yrði bara bein lína hérna í gegnum þessar spennu hérna yfir peruna. Og meðalgildið er þá 99 volt út úr þessu. Ok. En síðan er þá E-liðurinn eftir í þessu. Og þá erum við komið með sem sagt týristor í staðan fyrir díóðana. Og við erum að teikna inn mynd á næstu síðu, spennuna yfir peruna og týristorinn. Og týristorinn hann fær kveikipúls 2,5 millisekundum eftir að riðspennan fer í gegnum núllið. Og það þýðir sko 90 gráðunar gefa okkur samsvarar 5 millisekundum en 45 gráður myndi þá vera þessar 2,5 millisekundur. Ok, gefa okkur smá tíma að melta þetta því að hér er spurt hvert verður meðalgildi spennunar yfir peruna sem sagt með við þessar aðstæður hérna við 45 gráður. En hérna sjáum við sem sagt á aðferðina við það að reikna út opnunarhornið við tíman 2,5 millisekundur. Við margföldum sem sagt tíman með gráðufjöldanum í heilli bylgju sem er 360 gráður og deilum með tíma heillar sveiflu sem sagt í 50 riða kerfinu. Það er það sem við verðum að vinna með. Deilum með 20 millisekundum. 360 gráður er heil sveifla, eða heil hringur og ef við reiknum út sem sagt tíman í 50 riða kerfinu þá segjum við T er sama sem 1 deilt með 50. Út úr því fáum við 0,02 sekundur sem eru 20 millisekundur og þess vegna stendur 20 hér. Já. Þá vitum við það að í 50 riða kerfinu hefur við sveiflu sem að tekur 20 millisekundur og þá getum við séð við hvaða gráðufjölda þessi tími passar. 2,5 millisekundur stemmir við 45 gráður ef við reiknum það hér út og þá notum við þann gráðufjölda í þessa formúlu þannig að opnunarhornið sem við köllum tökum við kósinus af því og þá munum við eftir að við verðum að deila með 2 vegna þess að við höfum bara 1 týristor hérna í rásinni. Og þið fáið núna 84,5 volt, eða ekki? Já. Allt í góða lagi með það. Já. Og svo er spurt sem sagt hvert er hámarks hindrunarspenna týristorsins. Sem sagt alveg eins og með díóðuna að týristorinn þarf að þola að vera bakspenntur þegar að riðbylgjan er neikvæð og það er sama eins með díóðuna að hann þarf að þola að lágmarki max-skildið eða U-max. Já, þetta er spennan U
og P stendur fyrir hámark, eða peak inverse voltage á ensku. Já, og það sama, peak inverse voltage sama í þessu tilfelli og max, m. Það ekki alltaf að sama, vegna þess að ef við rifjum upp úr rafeindatækni bókinni 100, að ef við vorum með eina díóðu í svona rás og þétti, þá þurftum við tvöfalda hámarksspennuna fyrir viðkomandi díóðu. En við þurfum það ekki í þessu rás og yfirleitt ekki í þessum rásum nefnum við séum eitthvað með þétti, en við erum yfirleitt ekki með þétti. Þá höldum við áfram og skoðum, já, hérna, ég vildi ekki prenta þetta út fyrir ykkur, þetta var bara riðspennan hérna fyrir ofan. Þið fengu annað blað sem að stóð bara á sem sagt díóða minni mig, en það á að standa hérna tyristor eins og hér, svona nokkurn veginn. Og þá reynum við að finna út sem sagt 45 gráður eða helmingin af tímanum hérna að þessum 5 millisekundum. Og þá verður spennan yfir peruna, hún rýkur hérna upp eftir 2,5 millisekundur. Þetta hálf leiðin að þessum 5 millisekundur hérna, 2,5 hérna, og þá fáum við spennu yfir peruna og þá fylgir hún bara formi sínusbylgjunnar þangað til að spennan fer í gegnum núllpunktinn, og það gerist við 180 gráður og þá eru liðnar 10 millisekundur frá upphafi bylgjunnar. Spennan, hún byrjar á því að byggjast upp yfir tíristorinn áður en við fáum stýripúls inn á stýriskautið, og það gerist þess að eftir 2,5 millisekundur, og þá dettur spennan, fellur hana niður í það bil kannski 1,5 volt yfir tíristorinn, og það verður mjög lág spenna yfir tíristorinn þar til að spennan umpólast og við fáum sem sagt neikvæða spennu yfir, og hann hindrar straumleiðinni þarna, tíristorinn, og endar hérna. Og þá erum við sem sagt búin að fara yfir væntanlega tímaverkefnið sjálft, en þá bara eftir að taka seinni hlutan í bókinni, að við ætlum aðeins að skoða stýrirás fyrir Unijunction-transistorinn. Við erum með sérstaka transistor sem heitir Unijunction transistor. Þið hafið ekki lært þennan áður, en þetta svona virkni myndin í grófum dráttum af honum, og við þurfum að finna út sem sagt við getum notað þessa formúlu til þess að reikna út opnunarhorn. Við tökum, þetta rauninni sjálfur sér gróflega útreiknað, en þetta passar nokkurn veginn að við getum fengið og mælt á sveiflusjá, sem sagt þegar við opnum hérna tíristor, að þá það upplesa á þétti raðtengt við viðnám, þannig að þetta tímastöðul. Kannist þið ekki við þetta RC, margfaldið á RC, þetta hafið haft áður til þess í ránsvæði 453, og þetta nefnilega að í rauninni þá þetta hleðslustíðin þéttist, þannig skilgrandi sá tími sem tekur þéttina að ná 63% af fullri hleðslu. Sá tími sem við táknum með gríska bókstafnum tá, ekki satt? Já, þið eru með þetta allt saman einu. Og svo sett upp hérna eitthvað ákveðið dæmi stærð mótstöðunar og stærð þéttisins, og við fáum ákveðið
hérna fáum hérna púls þá, eða þess að tímastöð getur verið mjög stuttur og svo framvegis, en við getum stilt hann með því að hafa stilli við hann. Við notum þennan transistor til þess að læra á þessa aðferð við að opna thyristor, hvernig við getum með einföldum hætti opnað svona rás með thyristor með það sem við höfum seinna riðspennu inn. En hérna sýnd í rauninni bara jafnspenna, og hér eru ákveðin opnunarhorn á þessum, og hann opnar eftir ákveðin tíma og gefur púls þegar við erum komin með ákveðina spennu á emitterinn. Hér alvöru rás þar sem við nýtum unit Johnson transistorinn, og það virkar þannig að við erum bara með afriðun hérna þessa díóðu og jafnspennu yfir þessa rás. Þannig að þegar að spenna verður jákvæð hérna, þá getum við fengið sem sagt þegar að réttin hefur hlaðist upp í spennubrots gildið á unit Johnson transistornum, þá opnar hann hérna, hleypir hann gegn frá emitterunum yfir á base 1 og gefur púls inn á stýriskautið, og þetta viðnám hérna gefur okkur hæfilegan púls og hæfilega spennu hérna inn á skautið. Þannig að hann opnast þar til að spennan fellur niður í 0 og þá lokast hann að sjálfu sér. Þetta það sem við tengjum upp í næsta tíma. Muniði hvaða díóð þetta hérna Þetta senedíóð og heldur þá ákveðinni spennu hérna yfir þessari stýrirás, þannig hún virkir rétt, og við sjáum síðan þá afhleðsluna, hún gerist þá í gegnum á gettinum, gerist þá í gegnum þessa leið eins og við sýnt hérna á þessari mynd, gegnum stýriskautið og í gegnum R5. Þannig að þetta tekur tiltölulega stuttan tíma, en hann helst opinn thyristorinn náttúrulega alveg þangað til að næsta 0 kemur. Og þá rauninni hægt að reikna út frá þessu, þess að út frá stærð, við getum þá tekið ákveðin dæmi næst fyrir hvað við stillum þetta viðnám stórt og hvað hérna tímastöðullinn verður langur, og sett það upp í þá hvað við ættum að fá á að spennu yfir álagið. Þetta getum við allt saman reiknað út, og þar og eftir förum við í heilbylgjuafriðun, en við skiljum þá eftir að með þessi dæmi hérna að reikna dæmi 1, 2 og 4 á blaðsíðu 35, og tökum við það fyrir seinna. Við erum eftir hérna